Á þessu Google námskeið ætla ég að fara í það hvernig þú getur notað Google vafran miklu meira heldur en svona hefðbundna vafra. Sýni hvernig hvar þú sækir hann og hvernig þú setur hann upp og síðan náttúrulega fara í svona ítalari í allar helstu stillingar og ég sýni náttúrulega hvernig fleiri en einn notandi getur verið inn á Chrome og það sem kannski athyglisverðast við Chrome að það að ef þú ert að setja síður í favorites eða bookmarks að þegar þú ert með Google reikninga þá eltir það þig ef þú til dæmis skráir í einhver aðra tölvu. Það mjög þægilegt. Nú síðan náttúrulega fer ég ítalari það hvernig þú leitar á netinu og þú getur notað leitarstrengin hjá Google miklu meira heldur en bara að vera að leita eftir orðum. Þetta náttúrulega líka reiknivél og ég sýni svona hvað þú getur gert miklu meira með leitarvélina heldur en þú kannski kannt nú þegar. Þannig ég svona að fá fólk til þess að ná meiri svona hámarks árangri í leit heldur en kannski einhverju gerist í dag. Nú síðan náttúrulega farið í Google Translate í þýðingarforritið eða þýðingar vefsíðuna hjá þeim og ég sýni svona hvernig þú getur afritað texta frá kannski rússnesku eða þýsku, ensku, dönsku og þýða yfir íslensku. Flesti kannski þekkja það að þýðingarverkfærið kannski ekki hið fullkomnasta en það hægt að skilja. Og síðan sýni náttúrulega hvernig þýðingarverkfærið getur þýtt heilu vefsíðunar yfir á íslensku. Nú svo náttúrulega að þýða íslenskar vefsíður yfir á rússnesku. Nú síðan fer ég náttúrulega í Google Maps og sýni kortagrunnin. Kortagrunnin gríðarlega öflugt verkfæri hjá Google, bæði Google Earth og Google Maps og margir kannski hafa séð þetta Street View. Ég kenni til að fara svona ítalega í það og svona sýna hvernig hvað Maps öflugur vefur í rauninni. Það hægt að keyra mér þess eftir þessu. Nú dagatalið, ég fer í dagatalið Google Calendar, sýni hvernig þú getur samnýtt Google Calendar og síðan Outlook, Microsoft Outlook kalendarinn, þannig að ef þú setur færslun í Outlook að þá fer það yfir í Google dagatalið og svo öfugt. Og að sjálfsögðu fer ég náttúrulega í tölvupóstinn að ég sýni svona hvernig tölvupósturinn virkar og kenni fólki líka að nota leiðréttingarkerfi. Það hægt að láta leiðrétta að lesa yfir póstinn sinn, hvort sem það á ensku, íslensku eða einhverju öðru tungumáli. Nú síðan þetta Google Drive sem gríðarlega öflugt hjá Google, það Word, Excel, PowerPoint sem það hægt að nota og þú getur sett skjölin sem nú þegar í tölvunni inn á Google Drive og síðan þá geymir við Google bara skjölin og þú getur búið til Word og Excel og það allt saman inn í Google og prentað út annað slíkt. Þannig ég fer náttúrulega líka í þetta print cloud hjá þeim. Nú svo kemur til með sína náttúrulega YouTube. Þannig að markmið þessu námskeið að þú hafir bara hreinlega gaman af þessu og getur nýttir Google meira heldur en kannski þú gerir í dag. Þannig að ég mæli bara með því að þú skráir hérna hjá aha.is og mætir á námskeið og hafi gaman af þessu.